Jæja, komið sæl. Velkomin í þessa yfirferð þar sem við ætlum að kafa ofan í sannkallaða ofurhetju handbók, sérstaklega hannaða fyrir 12 ára fótboltaleikmenn. Hér byggjum við beint á fremstu þjálfunaraðförum UEFA og FIFA. Markmiðið að veita ungu afreksfólki nákvæmlega sömu verkfæri og atvinnumenninu nota og það eftir að gera það allt saman heima í stofu eða úti í garði. Svo við skulum vinda okkur beint í það hvernig þessir ofurkraftar verða virkjaðir. En hvað það í raun og veru sem býr til afreksleikmann? Þegar ungir leikmann mæta stórum áskorunum eins og kannski stærri eða eldri andstæðingum inni á vellinum, svarið nefnilega ekki bara líkamlegur styrkur. Það ekki það sem skiptir mestu máli. Það miklu frekar spurningum alveg sérstakt hugarfar, algjört leynivopn sem vinnur mótlæti á hreint útsagt ofurhetjulegan hátt. Þetta það sem hefur verið kallað vaxtarhugafar og það algjör grunnur að því sem bæði UEFA og FIFA byggja árangur sinna á. Við getum lítið á þetta sem fyrsta sálfræðilega ofurkraftinn, eins konar ósýnilegan skjöld. Ef pressan verður mikil eða neikvæðan skítur upp kollinum, þá skoppar hún einfallega beint af skildinum. Og svo það 3 sekúndureglan. Þegar mistök gerast, og trúi mér, þau gerast hjá öllum bestu atvinnumönnum heims, þá eru nákvæmlega 3 sekúndur leyfðar í smá pirring. Hvar svo? Þá bara 0 stilt. Mistök eru nefnilega bara dýrmætar upplýsingar sem kenna mann að verða betri. Svo, hvernig ætlum við að brjóta þetta niður í dag? Hér planið. Fyrsti fasi algjör stjórn á boltanum. Annar fasi að skapa sér svæði. Þriðju fasi snýst snerpu og gorma. Fjórði fasi svo kveikja á ratsjáni. Og að lokum, þegar við erum búin að fara yfir þetta allt, setjum við þetta saman í algjörlega frábært og einfalt vikuplan. Vindum okkur þá í fyrsta fasan, algjör stjórn á boltanum, eða eins og við köllum það, segulfasin. Í þessum fasa markmiðið hreinlega að fóturinn breytist í segul, þannig að boltin verði bara eðlileg framlenginga líkamannum án þess að maður þurfi nokkrum tíman að líta niður. Við kynnum hér til leiks 2 lykilhreyfingar sem allar bestu akademíur Evrópu notar. Fyrst að vedrigið. Það virkar í rauninni eins og þegar hetjatógar dýrgreipindan seilingu þorpara síðustu stundu. Boltin dregin snöggt tilbaka með ilinni og honum ítt skáhalt út með ristinni á sama fæti til að mynda V. Og svo höfum við R-snúningin sem bara hinn fullkomna stefnubreyting. Og til að framkvæma þennan L-snúning alveg gallalöst þarf að fylgja 4 skrefum. Fyrst stoppar ilin boltan létt, síðan hann dregin beitt aftur að bak fyrir aftan standfótinn. Leið ítir innanfóturinn boltanum snöggt til hlíðar þannig að hreyfingin myndar L-lögun og að lokum kemur allra mikilvægasta sem elítefjálfara krefjast, sprengjan. Það þessi nákvæmlega 5 metra sprettur beitt í kjölfarið sem skilur varnarmanninn algjörlega eftir í rykinu. Við megum heldur ekki gleyma flóknari rúklum og kassanum þar sem boltin fylgir leikmannanum eins og skuggi. Með því að færa boltan fram og tilbaka á millifótana, algjörlega og eingöngu með iljunum fæst ótrúi stjórn. Sko, fyrir 12 ára krakka skiptir bara öllu máli að halda mjög lágum þyngdarpunkti. Þegar rýmin af vellinum minnka í alvöru leikum, þá það þessi lági þyngdarpunktur og iljateknin sem gerir gæfumuninn og gjörbreytir leiknum. Jæja, þá förum í fasa 2. Skapa þér svæði. Við köllum þetta veggfasan. Takið sérstaklega eftir þessum grundvallar mun á meðalleikmanni og afreksleikmanni þegar kemur að því að taka á móti boltanum. Við tölum oft dauða snertingu þar sem boltin hreinlega stoppaður algjörlega. Hún á bara ekki lengur við í nútíma fótbolta. Leikurinn á hæsta stigi og einfaldara of fræður. Í staðinn kennir FIFA stefnuvirka móttöku. Það þýðir að fyrsta snertingin vísar alltaf undantekningarlaust beint inn í opið svæði. Boltin má aldrei frjósa. Hvernig æfum við það? Það eru til 3 magnaðar æfingar sem byggja upp þetta vöðvaminni heima við vegg. Fyrst 180 gráðu móttakan. Þá sent í vegg og opin líkamsstaða notu til að taka á móti boltanum með aftari fæti, þeim sem fjarvegnum og snúa sér alveg við í einni mjókri hreyfingu. Næst það samfellt spil í vegg eingöngu með veikari fæti. Það þjálfar taugakerfið fyrir hárnákvæmar sendingar í alvöru leikjum. Loks það 2 snertingaæfing hverfis keilu. Keilan sett metra fyrir framan leikmannin, fyrsta snerting tekur boltan stefnuvirkt framjá keilunni áður en sendir aftur. Algjörlega frábær þjálfun í stefnuvirkri stjórn. Þá það fasi 3, snerpa og gormar, eða einfaldlega gormafasin. Það svolítið algengur misskilningur að líkamsþjálfun ungra leikmanna snúist að byggja upp stóra þunga vöðva eða fara út í eitthvað 5 km skokk. En rannsóknir frá FIFA sýna að löng þolhlaup geta hreinlega gert þessa ungu leikmenn hægari.
Á 12 ára aldrinum þegar vaxtarkippir hefjast og líkaminn að breytast, snýst þjálfunin ekki neinar þungar lyftingar, heldur tauga vöðvasnerpu, að skapa stifni og viðbragðshraða í sínum. Við þurfum bókstaflega að smíða sprengikraft. Og hvernig smíðar maður svona sprengju? Hér eru 3 frábærar aðferðir sem gera kraftaverk. Fyrst það svokallið pogohopp. Þau snúast að hoppa stöðugt á táberginu með beinum hnjám, eiginlega alveg eins og maður sé skoppandi bladra eða hoppiprygg. Þetta kennir hásinni að vilka sem stífur gormur sem lykilatriði fyrir spretthraða. Þá það jafnvægi á einum fæti á meðan teiknaðir eru áttur með boltanum í kringum fæturna. Þetta styrkir gríðarlega þessa smávöðva í ökkla og hné til að koma í veg fyrir meiðsli. Að lokum höfum við skautahopp eða störk frá hlið til hliðar til að þróa þetta hreina afl fyrir eldsnöggar stefnubreykingar. Flott, þá erum við komin að fasa 4. Kveikt á ratsjáni. Ratsjárfasin. Staðreyndin nefnilega svo að öll heimsins boltatekni og snerpa algjörlega gagnslaus ef engin sýn á vellinum. Sjáuð hvernig ratsjáin virkar í reynd. UEFA leggur gífurlega áherslu á þetta. Með því að kíkja stöðugt yfir öxlina áður boltinn móttekinn, byggir heilin upp fullkomið og nákvæmt stafrænt kort af vellinum, alveg nákvæmlega eins og Messi gerir til að finna öll þessi opnu svæði. Þessi vitsmunalega skönnun þarf nefnilega alltaf að eiga sér stað löngu áður en sendingin raunverulega kemur. Og vitið hvað? Ratsjánan hægt að forrita heima hjá sér. Fyrst það svokölluð líta undan æfing. Þegar maður sendir boltan í vegg markvisst lítið öxl og hort á ákveði skotmark fyrir aftan sig áður en boltinn snýr tilbaka. Þetta líkir fullkomlega eftir því að skima vellin eftir varnarmönnum. Önnur mjög snjallaðferð hljóðviðbrögð. Þá maður að reka boltan áfram og einhver, kannski foreldri eða snjálsima forrit, kallar út líti eða tölur á það bið 3 sekúnda fresti. Leikmaðurinn verður þá að líta upp frá skónum til að bregðast við. Algjör snilld til að venja sig að því að stara boltan. Þá færum við okkur yfir í lokakaplan. Vikaplanið, leiðin og toppin eða vikulega áskorunin. Nú skulum við setja alla þessa 4 ofurkrafta saman í eina fullkomna vikulega uppskrift sem auðvelt að fylgja. Mánudagar og miðvikudagar fara alfarið í tækni. Það segul- og veggfasin, þar sem boltinn alltaf með til að fullkomna stjórnina. Þriðjudagar og fimmtudagar snúast svo líkama og huga, gormana fyrir snerpuna og ratsjána fyrir yfirsýnina. Á föstudagum tekist á við mikilvæga hvíld og sjónskynjun, að loka augunum að kveldi og bókstaflega sjá fyrir sér frábæra framistöðu. Svo koma helgarnar og þá bara leikdagur þar sem leikmaðurinn vopnaður, stálkendu vaxtarhugafari. Við megum aldrei gleyma kjarnanum í þessu öllu. Árangur kemur einfallega ekki yfir nótt. Þeir leikmenn sem ná reynverulega alla leið alltaf þeir sem þora að reyna nýjar hluti og gera mistök og það án þess að brotna nokkun tíma niður. Þolinmæði algjört lykilatriði hérna, því eins og kom fram áðan þá mistök bara gagnlegar upplýsingar sem benda manni á næsta tækifæri á leiðinni á toppin. Þessi verkfærakassi sem við höfum farið yfir hér inniheldur nákvæmlega það sem skilar árangri á alþjóðavísu hjá yngri flokkum UEFA. Spurningin sem stendur eftir því sára einföld og hvetur til framkvæmda. Hvaða ofurkraft ætlar unga hetjan heima að byrja á að tilenga sér í dag? Það að gera að grípa fótboltan, stíga út í garð og byrja að opna fyrir þessa ótrúlegu möguleika. Takk kærlega fyrir að fylgjast með þessari yfirferð.